Ég heiti Sólrún Alda Valdorf og í október 2019 var ég sálfræðinemi við Háskóla Íslands og vann fyrir te og kaffi. Aðfararnótt 23. október fór ég að sofa og vaknaði ekki fyrir en 3 vikum seinna í sjúkraherbyggi í Svíþjóð eftir rosalega alvarlegan eldsvoða. Kærasti minn leigði herbyggi í íbúð í Mávahlíðinni og þetta kvöld þá förum við að sofa frekar snemma 10-leytið og eigandi íbúðarinnar kemur seint kvöldið og fer að elda í eldhúsi með olíu, skilst mér, og það kveiknar í olíunni. Hann panikar smá og ætlar að hlaupa með olíuna út en missir síðan pottinn fyrir framan útidyrahurðina og hann nær að stökkva út en útgönguleiðin okkar bara farin. Svo að við vöknum, sjáum eldinn, reynum að brjóta gluggann, það tekst ekki og það hefur bara liðið síðan yfir okkur og við munum ekki meira. Af því sem ég veit þá kom slökkviliðið rosalega fljótt og mér skilst jafnvel bara innan 5 mínútna og eldurinn bara var svo fljótur að breiðast og var svo heitur strax að bara skaðinn gerðist rosalega fljótt. Ég vaknaði eftir mánuð í spítala í Svíþjóð og man ekki neitt, það var rosalega erfitt og svona skringilegt, ég vissi ekki hvar ég var. Ég þekkti engan, það var verið að tala annað tungumál og svona hægt og rólega yfir nokkra daga þá var alltaf verið stöðugt að segja Sólrún, þú ert búin að lenda í slysi, þú ert í Svíþjóð, þú veist, fjölskyldan þín er hérna.